Já, komið sæl. Guðmundur Emilsson hér með góðan gest, Hjálmar H. Ragnarsson, fyrrverandi rektor eða fyrrum rektor Listaháskólans, og við erum nú gamli félagar, langt aftur á síðustu öld. Og við ætlum að byrja þar. Segð okkur fyrst frá heimaslóðum. Já, ég Ísfirðingur, alinn þar upp og raun og vera alinn upp í tónlistarskóla. Ég mætti orða það þannig. Ég á svona mína ættir að rekja til Þingeyjarsýslu en foreldrar mínir bjuggu á Ísafirði og pabbi minn stofnaði þar tónlistarskólann. Þannig og hann var rekinn eða heimili okkar á Smiðjugötu 5. Þannig ég raun og vera alinn upp ekki bara í kringum tónlistarskóla heldur inn í húsinu sjálf. Þú ekki fengið ánæmi fyrir píjónuleik? Nei, þú veist, þetta svona náttúrulegt ástand að hlusta fólk æfa sig. Hins vegar var það svo með okkur systkinin, sérstaklega okkur 2 yngri, að við kom svo sjaldan í píanóið heima hjá okkur að það var alltaf verið að nota það fyrir tenslu þannig að við æfðum út í bæ. Fengum inni hjá fólki sem við þekktum auðvitað en fengum að æfa þar þannig að þetta dálítið skrítið Börn skósmissins ganga skólaus og býtu og pressin eru guðlausir. Einmitt, þetta svolítið svona en svo tók ég þetta tíma hjá pappa minn, hann var píanókennari og píanóleikari og kórstjóri og það var auðvitað dálítið sérstakt því að hann var mjög fjarlægur, hann kenndi mér einhvers staðar annar staðar og ég bara mætti til hans eins og hann væri næstum ókunnur maður og hann var mjög harður á okkur systur. Þetta var þá skólinn búinn að fá húsnæði? Já, hann leigði nokkur herbít út í bæ líka En allar svona hóptímar fóru fram heima hjá mér, tónfræði, tenslan og allt það. Hverju voru þarna að kenna við þennan litla skóla? Það var auðvitað pabbi sem var svona burðarásinn fyrstu árin og auðvitað alltaf, en svo kom þarna fólk úr bænum, Guðmundur Árnason til dæmis sem var píanókennari, faðir Selmu Guðmundsdóttur, píanóleikara, og Elsabeth Kristjánsdóttir var þarna píanókennar, svo komið þarna seinna fólk eins og Þórið Þórisson sem var reynda nemandi og var Ísfirðingur og kendi á blástuðslóðfæri og svo komið ýmsir útlendingar og svo síðan koma fólk eins og séra Gunnar Björnsson auðvitað og Jakob Ingvar Jónasson? Nei, hann kendi aldrei, hann var fluttur frá Ísafirði já, hann seinna hann kemur oft í heimsókn Já, ég minna það. En svo kennari eins og Jakob Hallgrímsson fyrirleikari sem var mjög atkvæðamikill og reynda tónskáld líka. Þekki hann, eða þekkti hann. Einmitt og svo það var mikill straumur af mjög fínu fólki en svona pabbi var svona burðarásinn í þessu og hann kendi til dæmis flestum þessum krökkum sem fóru síðan áfram því það var alveg ótrúlegt hvað margir nemendur hans fóru út í atvinnumennsku síðan mér frá svona litlu bæjarfélagi. Og það var þannig á Ísafirði að það var eiginlega skapaðist þannig stemming og Ísafirði verið ennþá þetta orðasið fyrir að vera tónlistabær og það á sér rætur í því að það voru bæði pabbi og síðan Jónas Tómasson, tónskáld sem var þarna á Bóksali sem raun og veru fekk pappa til að flytja til Ísafjarðar að þeir reka þarna mjög öflugt tónlistarlíf og kórlíf ef ég má orða það þannig og eitt af þessum gerði sem var svolítið sérstakt var það að þeir ákvað mikinn áráðu fyrir því að fólk keypti hljóðfæri auðvitað píanó og ég held að ég geti fullyrt að hvergi í heiminum hafi verið eins mikið þéttleikja píanóum þetta orðið þannig það var bara píanó í öðru fyrir húsi. Þetta undarlegt og það ekki hægt að rekja þetta neitt annað en til föðins í rauninni ekki Já, í raun og veru held ég að megi segja þetta en kannski til Jónasar og hans fólks það var þau sem lögðu svona ákveðin grunn Var hann tónlistafélagið? Nei, hann stofnaði reyndar fyrsta tónlistarskóla á Ísafirði sem að síðan lagðist niður, einhvern tíma 1918 eða eitthvað svoleiðis og lagðist niður vegna kulda og síðan skólinn, nýskóli stofnaði 48 og pabbi bjó þá í Kanada, í Bandaríkjunum fyrir hann bjó í Bandaríkjunum þá og var búinn að vera raun og veru áratugi í Bandaríkjunum þegar Jónas hringir að frumkvæði Urban 6 og fær pappa og mömmu til að flytja til Ísafjarðar. Þau voru ekki tengd Ísafjarði neitt, hvort við ættir eða neitt slíkt, þannig að þau komu bara svona amerísk hjón til Ísafjarðar, þannig séð auðvitað íslensk en höfðu búið í Ameríku og pappi kemur alveg með kennsluaðferðir, nótnabækur, kennslubækur og allt þetta. Það var námskrá. Já, það var allt amerískt hjá honum.
og allt hugsað eftir Og hjá okkur. Já, einmitt þetta var, þú veist, eins og hann kendi Sjám, til dæmis sem var svona píanóskóli og Hanon og Williams, þetta voru allt svona kennsluaðferðir og hérna, sem voru amerískar og þannig var til dæmis að bókabúðin á Ísafirði flutti inn kennslubækur beint frá Ameríku. Af því það var ekki hægt að fá þér annars staðar á Íslandi, sko. Nei, trúi því. Þannig að raun og veru, og ég segi, svona eftir á heitja þá sé ég sko hvernig að sumurði skapa svona allt annar vingill á tónlistarkennslu þarna fyrir vestan. Af því það var algjörlega amerískt og pabbi til þess talaði aldrei tónlist, hann talaði alltaf music. Já, orðið músík er náttúrulega miklu eldri, málun heldur tónlist og tónskáld, það er bara eitthvað, það er eitthvað nýtt fyrirbæri, tónskáld, hvað er nú það? Já, það er fallegt heiti. Jú, mér finnst alltaf margir klínaði aftur. Já, svo er það, sko, hvort, núna þarf ekki nema disp upp í vindin og þá kallar það þig tónskáld. Ekki segja þetta, við megum ekki vera svona fordómafullir. Nei. En allan þannig fæ ég minn grunn og hérna, ég held að megi segja að svona, ég veit ekki hvort ég hefði orðið tónlistamann en ég fekk þetta atlætið þarna fyrir vestan og ég lærði ekki bara á píanó, ég lærði líka á klarinett og aðeins á fiðlu og svo spilaði ég undir fyrir kóra og nemendur alveg viðþolslaust, ég var mjög mikið undirleik. Ég mann þegar þú birtist, þarna kemur vel búinn maður, hann stefnir á skrifstofu skólastjóra, kannski kemur hann til mín, unquote. Já, þetta svo fer ég mitt til Reykjavíkur 69, því það var engin menntaskóla á Ísafirði. Og svo líka vildi pabbi að ég færi til Reykjavíkur og halda áfram að læra á píanó vegna þess að hún fannst hann ætti ekki að kenna nemendur sem voru langt komin. Hvað varstu komin langt? Svona styrkabá? Ég var rétt að vera 17. Hvað varstu að spila? Þá var ég að spila Beethoven-sonatur og ég var að spila Franz Liszt og Grieg, ég var að spila mikið Grieg og Bach auðvitað. Þannig að ég var komin býsna langt á píanóið þegar ég kem hingað og ég á mér svo upptöka sjálfum mér svona vorið sem ég fer frá Ísafirði og fer síðan hingað og fer til Árna Kristjánssonar í tónlistarskólanum í Reykjavík. Fórstu beint til Árna? Já, ég fór. Bara svona til að ylja mér og hjartaræðnar. Manstu þau hittumst? Ég man þegar sko... Í fyrsta sinni? Já, ég man svolítið sko, tónlistarskólanum í Reykjavík á þessum tíma var nú ekki svona neitt félagslega mikið sterk eining, þú veist, hjá nemendum. Þú veist, þetta var óla sundur allt saman og ég kom til Reykjavíkur og þetta, fyrst og fremst var ég í menntaskólanum í Reykjavík og mér fannst alltaf þegar ég kom upp í Skipholti þetta verið svolítið svona ég væri svolítið svona gestur eða ég mætti orða þann og ég man eftir að var einhver hópur og þú varst þar fremstur flokki sem gerði þessu svolítið meira heimaankomin og svona tók svolítið á móti manni. Já, við vorum í fullu námi en aðrir voru gestkomandi. Já, einmitt og ég man alveg til því að þú komst og varst býsna hresk gaur og ég hugsaði með mér, já, heyrðu, það er kannski einhver skóla andi hérna. Já, það voru 60 mann sem komu hérna reglulega. Já, einmitt. Já, ég var sko, þetta kom bara... Þú var sko að hafa píanókennara. Já, ég veit, og tónmenntakennaradeildin. Tónmenntakennaradeildin og svo mætti henni líka. Já, en þetta var sko, þetta bara á þeim tíma var svona önnur hugsun hvað þetta varðaði. Það var sko, eins og í dag þá leggja maður svo mikið áherslu á samfélag nemenda og svona, það var bara ekki eins og aðstæða upp í tónlistarskóla fyrir mikið slíkt, en það var samt eitthvað reynt. Já, það var nemendafélag tónlist. Já, það var til nemendafélag og ég man það bara... Ég man ekkert eftir þér í því samhengi. Nei, ég tengdi þessu mjög lítið, því að ég var fyrst og næst í menntaskólanum í Reykjavík og ég fann mig þar og ég var í tímum hjá Árna og Árni var auðvitað sko, þarna upp í tónlistarskóla hittir maður auðvitað fremstu listamenn Íslands eða tónlistamenn og það var stórkostleg upplifun en ég segi nú svona eftir á að ég kannski lærði ekkert mikið í tónlistarskólanum í Reykjavík. Ég held eftir á að hittja að ég hafði svona, kannski var það bara að ég var svo upptekinn á öðru líka sem sko uppgöta heiminn, ég var svolítið pólitískur og það var mikil ólga í menntaskólanum í Reykjavík, svona pólitísk og uppreisnarandi og menn voru að hlusta á Bob Dylan og inspírerað öllu þessu en ég stundaði píanónámi allir vel hjá Árna og fór síðan í einhverja tónfræði tíma held ég hefði Þorkil, það var nú svona hljómfræði það var ekkert mikið en ég svona tengdist ekkert skólanum þannig séð og Árni sko
eins frábær listamaður og hann var, þá kannski voru hans kennsluaðferðir ekki alveg fjallum, voru ekki endilega góða fyrir mig, þannig að mig vantaði þetta bara svona meiri tækniþjálfun. Já, mér datt það, já. Og ég held reyndar að það hafi verið með marga aðra nemendur sem voru nemendur Árna og kannski fleiri kennaraðna að hann spilaði með manni, þú veist, og maður átti einhvern veginn bara að spila eins og hann. Í stofu 3. Já, einmitt, í stofu 3 þetta, og ég mætti þar, ég geti ennþá fundið lyktina og alveg andan þegar ég kem inn og hann tók mér alveg óskaplega vel hann Árni og ég var svona síðhærður og svolítið hippalegur og honum fannst það alveg dásanlegt, sko. Hann var ljúfmenni. Mikið ljúfmenni og mikið svona artisti í sér. Já. En hann var nervus sjálfur sem hljóðfæraleikari og persóna og kannski smita hann því einhverjum leiti til nemandi, þannig að ég þekkti ekki það að vera nervus því ég kem hingað suður. Kunnir það ekki? Nei, því ég var svo vanur að koma fram að því og Ísafirði var það alveg reglubundið að koma fram að tónleikum. Þú veist, ég var bara kom fram næst í hverju einustu viku. Alveg svo sviki? Já, það var alveg svo aðferð reikin. Það voru tónleikar hverjum einastu sunnudegi voru nemendur tónleikar sem allir nemendur komið fram. Og ég var bara vanur því, mér fannst þetta bara að vera eins og að drekka vatn og koma fram, en svo einhvern veginn, kannski bæði það líka á þessum aldri, en svo var það líka, það var einhver andi þannig að það var svo mikið, þetta var svo eitthvað rosalegt að vera fást við klassíska músík og það var svo heilagt einhvern veginn allt saman. Jú, það var það. Það var mjög heilagt og þá var... Hjá Árna þar sé. Já, hjá Árna og reyndar líka eins og hjá Herminu og ég man alltaf því ég kom fram á tónleikum í Austurbæbi og var að spila Frans Liszt, Líbestraum sem Árni tendi mér og sem að þetta alveg draumaverk fyrir allt fólk á þessum aldri og áheyrendur og ég mætti á tónleikana sko í ból og í flauelsbuxum og með friðarmerki í teðju framan á mér og ég veit ekki hvert alltaf að komast þarna konunnar á skrifstofunni sko, Hjálmar, þú getur bara ekki farið fram svona, þú mátti ég láta sjá þig svona og ætluðu eiginlega bara að stoppa mig. Hólmfríður var nú ansi skæð. Já, þetta var ansi mikið ofurróttækt. Þannig að Árni kom svo bak og ég sá að ég var eitthvað bara að fara í taugaáfall. Barmaðir með barmerkið. Já, hann sagði, elsku Hjálmar, farðu og sýndu þetta. Og sko, þú veist, og ég bara mætt og hann sló á þetta átti ég bara, og þetta var bara, ég var svolítið svona, þetta er auðvitað tímar, allt var að breytast. Hann átti þetta til? Já, hann var bóhem. Sko, Árni var bóhem í Dulargerfi, sko. Já. Og kannski fór honum ekkert endilega vel að vera skrifstofumar upp í útvarpi og svona. Árni var bara listamaður og Guðs náð og ég sé það alltaf betur og betur núna hvað svona, sko, á þeim tíma var bara miklu erfiðara að feta sig áfram nema það að fá eitthvað starf. Ég vogaði að bera það undir Snorra Sigfús. Hvort það hann ekki fundist tónlistarskóli verið svolítið borgarlegur. Ég passaði mikið á hvað það er, sko, hvað það er magnað orð. Hann tók það því nú ekki vel. Mér fannst skólinn vera opaslega borgaralegur og sko ég kem utanfrá og ég sé tónlistarlífið í Reykjavík á þessum tíma sem ég borgarlegt tónlistarlíf. Og ég var miklu meiri rebel og mér finnst það svo kynntist ég þessu líka frá öðru vinkli miklu síðar þegar ég að stúdera Jón Leifs og sé hvernig honum tekið í Reykjavík með sínar hugmyndir og svona og lendur upp að kantu allt og alla. Og það var meðal annars, Jón sem slíkur karakter var kannski óþægilegur og ekki kannski alltaf gaman að umgangast hann. En fyrst og fremst var það að hann var að trufla einhvers konar svona status quo-in sko og ýtti í það og það var bara mjög erfitt fyrir fólk kannski að taka því á þeim tíma og það var einhvern veginn orðin svona generalt samþykkt hvað er rétt og hvað er gott og svo framvegis. Og tónlistarskólinn var auðvitað hluti af því og ég man bara á þessum árum bara svo síðan því ég kem heim þá satt þetta í mér að bylta svolítið þessu lífi, þessu svona status quo, þessu sem ég fannst vera svolítið svona miðeurópskt þýskt hugsun í sambandi við tónlist. Ekki það ég virði hana mjög mikil, svo, já, það hefur ekkert með það að gera. Það er fyrst og fremst, mér fannst þetta bara að vera staðnað, orðið svona dálítið smáborgaralegt, ekki taka inn nýja strauma, hvað sem það var í nýrri músík eða í
í popmúsík eða eins slíku. Það að segja í hljóðfærakennsluna? Já, hljóðfærakennsluna á þessum tíma, já, svo voru auðvitað menn eins og Þorkell, sérstaklega, sem að kemur þarna sem nýr andi og hann fann sína leið innan skólan, sko. En hann var ekkert í sjálfu sér að ögra þessu, sko, en hann bara fór svona sinn hæga gang. Hann lét músíkina gera það? Hann lét bara músíkina vinna þetta, svona. Ég má til með að segja smá anekdótu. Ég ætla ekki að segja hvernig það kom til, en það var samstarf við myndlist- og handíðaskólann. 60 manna hópu fór í heimsókn og ein af þrautunum sem var lögð fyrir þessa borgaralögu var að það birtist nakinn karlmaður og settist á stól og það átti að teikna hann, sko. Já, og það kom út allavega, já, mér liggur að segja tippa var, en svo rúla ég þessu nú bara saman og fer með þetta upp í tónu og sýni Jóni Nordal talandi frjálslyndi og honum fannst þetta alveg stórkostlegt. Ég spyr, má ekki hengja þetta alla veggi? Jú, gerðu það, þetta skemmtilegt upp að dag. Hver heldur hafa mótmæltu? Allir. Já, sko þetta svolítið sérkjænlegt vegna þess að þarna voru þessi listamenn, svo Árni Rögnvaldur, Björn Ólafsson auðvitað og allt svona Bóhem og Jón Nordal, en það var alltaf þessi rosalega borgarlega umgjörðum þetta og það mátti einhvern veginn, það er alltaf fyndið, sko, þú segir þetta og mannstu ekki eftir stytt. Já, þetta heitir öðra. Já, og mannstu ekki eftir styttunum alltaf. Jú, brjóstmyndunum. Svo mátti ekki vera druslafötur í stofunum og alls konar svona hluti sem voru svolítið svona gamaldags og menn máttu ekki vera með tyggjó, ég veit ekki hvað, þú veist, alls konar svona hlutir. Þetta bara tíðarandi. Já, þetta var tíðarandin. Ég held að þetta hafi verið svona víðar. Já. En þó sérstaklega í tónlist. Já, ég held nú að tónlistin hafi, sko, auðvitað á þessum tíma til þess að myndlist- og handíðaskólinn að þróast miklu svona allt öðrum. Það voru bara tómir hippar. Já, þetta var álítið bara uppreisnarmenn og alls konar svona fólk, en þarna, það auðvitað sprettur upp svolítið, held ég, allan í skólamenningunni, nýjustu hugmyndirnar í skólamenningu, þú veist, ég er að tala um það á háskólastígi eða efri stígum, koma vola mikið úr myndlistargeiranum en ekki úr tónlistargeiranum. Tónlistargeirin er rosalega tregur til breytinga hvað þetta var það, sko. Það er náttúrulega merkilegt eiður og rektor að segja þetta. Ég veit alveg fullir þetta að minni reynslu. Já, enda líka fóru við sumir sem hefur áhuga svona á þessu nýjasta, við fórum bara niður á Vitastíg, Gallerí Zoom. Gallerí Zoom, og þetta var allt það sem kemur þar. Fyrir mig var alltaf algjör, sko, uppljómun þegar Atli Heimir kennir í Menntaskólanum í Reykjavík og hann þótti ekki mikið kennari, en hann var með svona kvöldstundir og kynnti nýja músík og alls konar nýja hugmyndir. Fyrir mér var þetta raunverulega, eftir að veitja, þessi meiri svona vítaminsbraut heldur en næstuði allt annað. Hann áttu nú til að vera í allsam. Ég skarpnir í þauðgönsinni og hlusta á alla halda svona kvöldfyrirlestur og ég var þannig með dans og það var mjög gaman, en það var með svona gamlan stóran stofu plötuspilar, þú veist, þessu kassi, sko. Já. Og ég segi hann, hvað er ekki með stereótæki með þér? Stereo? Það er nú bara eitthvað nýtisku drasl. Já, ég held að hann hafi ekki haft endilega áhuga á tæknin á þessum tíma, sko. En þarna voru þess kynntist í verki eins og Stimmung eftir Stockhausen og mörgum fleiri, þú veist, á þessum tíma og það var auðvitað mikið niður í Menntaskólanum í Reykjavík fengum við mikið líka rithöfundum og myndlistarmönnum og allir tengdist því og svo Gallerí Zoom seinna og fyrir mér var þetta vítaminsspruta. Þannig þegar það kemur að því að ég er að klára í Tónlistarskólanum í Reykjavík, ég kláraði sko ekki endilega, ég kláraði sko píanópróf, en ég kláraði ekki, ég man ekki hvað, það var ekki einhver lokapróf á þessum tíma. Ég ákvað að fara sækja mig í Bandaríkjunum. Og mér langaði til Bandaríkjum fyrst og fremst að því ég trúi því að þar væri eitthvað nýtt að finna, sko. Já, þú er náttúrulega langt að segja það. Nei, bæði er ég alveg fyrir og svo var það bara á þeim tíma skólakerfið og nýjar hugmyndi í sambandi við kennslu og menntun og í listum. Einhvern veginn sýndist mér það kom allt frá Bandaríkjunum. Og þá gerir þetta sem ég er búin að segja nokkur sem
bara eitt góð við þetta byrtist Hjálmar. Og við auðvitað, þegar þú nefndir hvernig við kynst, þá auðvitað, sko það er reynda seinna, ég fer fyrst til Boston, sko, og þar á Brandeis sem gyðingaháskóli, sem mjög góður og ég fekk þar óbúslega góða styrki og þar kynnist ég raftónlist og alls konar og þar byrjaði ég mína tónsmíða, raunverulega byrjaði ég þar stíði ég mig fyrstu skref sem tónskáld á Brandeis og fekk óbúslega miklu uppbörðun þar. Og mér fannst, ég ekki svarið að Guðmundur þegar ég gekk inn í fyrsta sinn þegar ég kom inn í svona rafstúdíu, electronic music studio, þá fekk ég taugaáfall, sko, jákvætt. Mér fannst eins og þarna væri frelsun og ég held, og ég get svarað að ég hló bara í 3 ár, sko, mér fannst þetta svo skemmtilegt. Og ég held að það hafi verið vegna þess. Fyrst að hvað fikk það? Alveg leið, ég fekk bara í tíma leið og ég hafði ekkert fengist í tónsmíðar að ráði áður vegna þess að ég var svo mikið alinn upp við það að búið til tónlist, það var bara guðir. Eitthvað heilagt. Það var svo heilagt. Og ég var auðvitað ekki þess umkomin bara venjulegu maður að geta búið til tónlist og þetta var svolítið andinn, sérstaklega í Reykjavík, mér fannst þetta vera opnara fyrir vestan, en það sérstaklega í Reykjavík var þetta að þetta var bara svo göfugt og menn mætti ekki surga tónlistinum með að fara að búa hana til. Þetta er beintur átna. Já, þetta var svolítið andinn, sko. Og þannig að því ég kem hana út og ég þurfti ekki að skrifa nótur þegar maður býr til raftónlist og svona, þá var maður að vinna með hljóðin beint og fyrir mér var það svo mikið frelsun að ég þurfti ekki að vera að hugsa Beethoven og Brahms, af því þeir höfðu aldrei búið til raftónlist. Þannig að þetta var bara nýtt. Já. Svo var ég líka rosalega hrifinn ákveðin popmúsík á þessum tíma, ég var óbærslega hrifinn að ég þoldi nú ekki Beatlan og svona tótt, ég var rosalega hrifinn að hljómsveitum eins og Doors og King Crimson, svona síru hljómsveitum alls konar, Cream. Purple Harum. Já, og svo líka King Crimson og Yes og þannig að ég fór í þá áttina og þetta svona sameinaðist allt í því að verða svolítið svona, þannig að ég fór að trúa því að framtíð tónlistinni væri fyrst og fremst auðvitað í rafmagninu og tölvunum og fyrir ég er aðeins að taka símann. Já, skilja. Hi Frank, hello. Yeah, I'm in the meeting. I meet you at. Yeah, I'm open for that. I will call you. Okay, yes, bye. Þetta er svo alltinn. Ja. Og þetta er ekki maður, en þá. This was actually a friend of mine from Brandeis, so it's fitting that he was calling. He lives in Iceland. Heyrðu, en Heyrðu, ég bara fór þetta frá til menns. Já, við erum báðu tvítindi. Vildi ég sagt að þá er eins gott að setja fyrir því próf. Á síðan tíma, einmitt, þegar Árni var tónlistjóri, var það ekki þá, frekar en seinna sem að hljómsveitin Trúbrot eða allavega Kalli Sigvald sem var með Pílagrímarsöng. Jú, þá var það bannað. Það var bannað. Já, var það Árni? Ég veit að það var Árni sjálfur, það var allavega tónlistadeildin upp í útvarp og Árni var. Hvað finnst þér það? Ég skal segja, ég á viðbótarsögu eða öðruvísis hliðstæðasögu við þetta sem að ég verði aðeins að segja vegna þess að ég svo sem sagt þessa sögu áður, hún píldi næsti, en þannig var að þegar ég er barn á Ísafirði þá kom útvarpið í heimsóknanga að taka upp Jónas Jónasson. Nei, það var bara, ég man ekki það var allan einhver sem kom og tók upp fullt í bænum. Meðal annars, þú veist, viðtalið bæjarstjóran og messu í Ísafjarðarkirkju og svona og eitt af það sem var tekið upp var samavíng eða svona heimatónleikar hjá tónlistaskólunum. Og þetta, ég er genum af svona 5-6 ára þetta og ég man þetta samt og það tekin upp, þessi litlu hljómleikar eða samavíng og og ég var á programminu sem fyrsti nefnandi á tónleikunum, ég man það alveg því að ég spilaði hann inn og ég hafði raun og aldrei séð svona mikrofón áður. Þetta er 1957 eitthvað svoleiðis. Og svo er verið að útvarpa efninu daginn eftir, veturinn eftir, svona smá saman og svo einhvern tímann seint við síðan þá er útvarpað þessum tónleikum frá tónlistaskóla Ísafjarðar í
í Ríkisútvarpinu sem var eina stöðin á þessum tíma og við byggðum öll spennt á Ísafirði að hlusta á tónleikana, var gaman að heyra því að það voru eitthvað 10, 20, 30 krakkar sem spiluðu. Svo kemur bara fyrsta lagið, en það er ekki ég. Svo kemur bara nemendur númer 2. Já. Og ég man eftir þessu og Það var að ritskoði. Löngu seinna þá var ég sumarmaður í útvarpinu 1978-9. Þetta því tímabili og ég ákvað að grafast fyrir þessu upptöku og þá finn ég hana og þá er búið að var eitthvað strikað yfir eitthvað og búið að klippa mig út og eina stýringin sem ég hef á þessu er það ég spilaði lag sem heit Bjöllurnar og var í getur og þetta er úr amerískri bók og mynda svona kallið með krulla hár sko ofan við svona sem átti að lita í og svona sko og lagið svona dram bam 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 baram bam 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 badam bam og þetta var Bjöllurnar þetta mátti ekki spila í útvarpinu þannig að fyrsta þeirra mín til að komast í útvarp hún fór svona þannig að með Pílagrímakórinn sko ég er svona sem barn svolítið svipað sögu þetta er svolítið fyndið en svona var nú það er búið vist að leifa þessu upptöku núna já, en ég held að mín upptaka sé ónýtt þannig frá því ég var 5 eða 6 ára en þetta er svolítið svona kannski lýsir andan þannig að Bandaríki fyrir mér voru bara frelsun og kannski bara að fara til útlanda og Brandeis sem var þetta sérstakur skóli í Boston og ábúrslega góður skóli og vel að mér látið og fyrir mér sko ég fór kannski ekki að læra að meta sko það sem ég hafði fengið frá Íslandi fyrir seinna skilur alveg eins og ég það gerist þannig sko síðan kem ég heim til Íslands og fer að kenna á Ísafirði í 2 ár og stýra kórum þar og fer síðan til Hollands í raftónlist og tölvutónlist 76 til 7 og kynnist þar einmitt mikið af súmurum og myndlistamannum og þar og Snorra Sigfúsbyrgissyni, við vorum saman í Hollandi þennan veitur, hann var í Amsterdam og ég meira hvað margir fór til Hollands þetta er á þeim tíma sko þegar sko Sonológiska Institútið sem var svona hljóðfræði rannsóknarstöð Gunnar Reynir hafði verið viðlóðandi Lárus kemur eftir mér sko og ég er þarna í heilt ár og læri þarna á tölvu að það var ekki nema einn tölva þetta til í allir stofnunum en svo fer ég til Bandaríkjanna aftur og fer á Cornell háskólan sem var allt öðruvísi mörguleiti svona meira fræðastofnun mjög frægur, Donald Grátt var það professor og svona Grátt? Já, Gráttur Þú voru að segja hver Grátt er Já, Donald Grátt er þekktasti fyrir að skrifa þessa frægu bók History of Western Music sem er ennþá verið að gefa út í breyttum útgáfum sko, held ég og það er náttúrulega uppfærið aðeins er tímamótaverk fyrir alla kennslu og raun og skoðun á vestrænni tónlist Hittir hann eitthvað? Já, hann var sko retired sko en þeir voru að vinna bókin var unnin áfram þannig upp frá í konun en tónsmíðakennari minn Karel Húsa var þekktur hann var hvað? Hann var tekniskur en var frúði sko frá Tékkó og var mjög svona gekk alveg rosalega vel sem tónskáld ábúrslega flott tónskáld og svona svolítið stíl við svona líketi á þeim tíma sko og áhrifamikill og nemendur hans hafa orðið margir eins og Stephen Stöcki sem hafa verið síðan, hann er nemandi hans var rétt á undan mér Stephen Stöcki, ég kynst honum mjög vel vegna þess að Stephen Stöcki var hér á Íslandi sem hermaður á flugvöllunum Já, reynt annað og hann fór hérna, sagði mér það að hann hefði farið hérna oft á tónleika í Háskóla bíó með symfóníunni eða bara í Trípóli bíó Já, en hann mátti aldrei sko hitta Íslendinga þegar hann var hermaður. hann var hérna þessi maður og hann samdi með þess að fyrsta hljómsveitaverkið hans heitir Kenningar, sko, þú veist, og íslensku heiti. En allan hann var, þannig að þegar ég á Cornell þá er ég mjög lítið í raftónlist, þeir voru ekki með eins og rafstúdíu en þar dett ég inn í þessa Jón Leifs stúdíu mína. Því að á Cornell er stærsta safn íslenskara bóka í allir í Ameríku. Samanber Fisk. Já, Fisk-læbrari. Og þar einhvern veginn, ég fekk svo allt í hennu svona bullandi áhuga á þessu og líka... Var eitthvað Jón Leifs í bókasafninu? Já, sko,
Sko það að reyna að finna heimildir hér á Íslandi var svo erfitt að því það var svo... Það var ekki bókasafn. Já, landsbókasafn, það var svo erfitt að fá þjónustu hérna á Íslandi, en í Bandaríkjunum voru sko áratugum og undan í skipulagningu bókasafn, þú þekkir það nú vel sko. Jú. Og hérna eins og Ísland og þetta voru svo frábær söfn og íslenska bókasafn og Kornell. Það gæti verið hérna frá Montikvöld. Allt á gæti verið innan bækurna. Þefaðum og taka á þeim. Og svo ef þið vantaði eitthvað þegar áttu það ekki þá pöntur það fyrir mann. Þannig að ég safna mestu af mínum gögnum Jón Leifs þarna í Ameríku, sem dálítið hlægilegt sko. Og fékk þar mikla uppörfun til að skrifa þessa ritgerð mína sem MFA ritgerð, því að MFA ekki alveg sama á MA, bara það miklu meiri kröfur til fræðilegra stíla. Þannig að þessi ritgerð mín var nú eitthvað á 300 blaðsíður og analýsur. Og ég fullur nú að þessi ritgerð hafi verið straumhvörf í sambandi við uppgötvun og tónlist Jóns Leifs. Það er engin spurning. En segðu mér í örfáum árum, þessi tíminn takmarkaður, ekki minn heldur þinn, hvernig lýsir þú vinnu við stíl Jóns Leifs í örfáum árum fyrir hinn almenna hlustanda? Ég Jón Leifs finnur auðvitað ræturnar í íslenskum þjóðlögum og hann tekur ákveðin lögmál sem hann telur sig hafa fundið. Einkenni. Kannski var einhverju leyti misskilning á því að ræða, en hann allan að telur sig hafa fundið þau og það verður honum svona undirstaða til tónsmíða og hann langar aldrei hann fann sig ekki í því að halda áfram þessari tradisjón, þessari hefðbundnu tradisjón. Hann fann þarna eitthvað sem að gera hann einstakan. Hann hafði mjög mikil áhrif með ritgerðinni sinni eða bókinni sinni. Jón Nordal sagði mig það út í Zürich þegar við vorum að taka heimildarmyndina. Hann sagði að hann las hana þar á millistýrstu árunum. Okay. Það getur verið, en að Jón er mjög atkvæðamikill, en fyrst og fremst varðandi stílinn, hann er mjög svona gagnsær, og ég myndi ekki segja frumstæður eins og Jón Þórarinsson, ég myndi segja að hann væri gagnsær og beinstittur. Sagði Jón það? Jón Þórarinsson fannst hann alltaf verið svo frumstæður og kynni ekki til tónsmíðum. Jón Leifs kynni ekki til tónsmíðum, í hefðbundin tónsmíð sem er ekki... Miðað við hvað? Ég veit ekki, en Jón reynda sýnir það bæðins í orgelkonsertunum og mörgum öðrum verkum með fiðlustúdíónu sinni að hann er mjög fínn, hann kann fúgu skrifa og hvaðina þannig að þetta er ekki réttmætt gagnrýna á Jón Leifs en hann bara og sumileiti verður síðan fer Jón Indimið, þetta? Já, mitt og þetta er sjálfsagt ég er ekki að gera lítið úr því en Jón bara fór aðra leið og fann sig ekki Leifs og síðan fer auðvitað ég get nú auðvitað að tala við margar klukkutíma Jón Leifs Já, þetta vartu að vera fá orð Já, en fyrir mér er hann ég er ekkit viss að ég hafi endilega ég er ekkit alltaf hrifinn af Jóni Leifs, tónlistans Nei, þó ekki Nei, en það heillar mig hvað hann er frumlegur og fer sínar eigin leiðir Heyrðu, já, það er fleiri vinn sem þú var að býða kom Leifs Já, fyrir ekki þetta var þróun. En bara svo að halda áfram með Kornell og klára það dæmi að ég klára þarna 1980 og með þessari ritgerð, það var eins og segi, og svo líka með tónverkum og ég bjó í Rochester reyndar sem er skamt 2 tíma keyrsla frá Kornell og Þú var að segja á hverju? Já, það var að því að þáverandi kona mín hún var í námi í Rochester og ég var nýr á Kornell. Og alls ekki hjá lélugan kennara? Nei, alls ekki. Og þetta var mjög gaman og góðu tíma og þarna ég kynnist við nú aðeins vegna þess að þú varst sjálfur við námi í Ísmann árið sem við komum og það var svona, ég man það að þú varst býsna góðu ljósmyndar á þessum tíma. Jú. Og tókst myndir og... Hvað eru það? Já, ég held að þú hljótar að vera ekki staðna. Ég átti 1 eða 2 myndir sem þú tókst einmitt heima hjá okkur og það var Þetta var auðvitað... Ég var náttúrulega dokumentir alla Íslendingana. Já, einmitt. Mér fannst það bara að vera köllu mín. Já, þetta er rétt áður en þú fórst heim árið eftir en ég held ég árið lengur að núti og síðan, eins og ég segi, klára ég þarna 80 og kem síðan heim í lok ás 1980 með mína ritgerð og
og mitt nám. Þannig að ég gleymi öllum partíunum. Já, það var býsna skemmtilegt, þetta svona, það var mikilvægt að vinna við að vera í þessum háskólum og opaslega kröfur eins og þekkir, sko, bandarískir háskóla eru sko aldrei að þræla búðir, þannig að það var mjög nauðsynlegt að sletta og klöðunum öðru hvoru. Já, þá hittust Íslendingarnir. Já, einmitt, og þarna var Tómas Sóeka og... Gott að hafa alla þessa geðlæknar. Já, það var eins gott, sko. Frábært fólk og sem að reyndist lítil en sterk Íslendinganýlenda sem að reyndist okkur afar vel og gaman að yndislegt fólk. Þau áttu hefum við Whipple Park, það sem við byggum. Skrítið með skulum muni. Já, þetta situr Conant Road, hvað sem ég bjóð við. Conant. En ég keyrði þetta nýra á Cornell, þetta voru 2 tímar hvori leið. Ég kann leiðin. Autobahn. 400. Ég man ekki númer hvað og niður með fingerleiks og ég kann þessa leið þannig Guðmundur og mér dreymir hana ennþá. Já, ég trúi því. Því ég keyrði þarna oft. Þetta fögur leið þegar þú kemur í söður átt. Já, þetta ásamlega fallið þarna, þetta Indíánalendur miklar. Já. Og niður á Cornell sem í fallegasti campus bara í Bandaríkjunum, sko. Og Segja okkur frá því hvað fallegur. Ja, hann byggður á hæð, borgin heitir Íþaka og það Íþaka College sem þetta mjög þekktur skóli og svo Cornell sem svona aðalstofnunin í bænum og þetta byggt á hæð, svona stóra hæð sem öll sundurgrafin á glúfrum. Og þetta rosalega tilkomum mikið. En eina hættan... Og miklu skógar. Já, miklu skógar. En hættan við þessu glúfu var svo að það mikil pressa allir í Cornell fyrir fólk. Þetta óbúslega dýr skóli og svona Ivy League skóli og mikil pressa á nemyndum og nemyndir sem að urðu kannski undir og fengu ekki þar einhvernir sem þeir þurftu að fá að þeir stundum tóku gripi til öðþrifar og hendu sér niður í glúfurinn. Nei. Jú. Þess vegna var búið að setja svo mikið girðingum og varnargirðingum meðfram glúfurunum að því að þetta bara sýnir hvað pressan í bandarísku skólum gat nú verið mikil. Já, og það mikil mikil. Þetta var svakalegt og þetta allt öðru í andrúmsloft. Og það sumið sem bara reynilega þolið ekki fara bara. Já, fara. Áður en þau eru kastast í glúfur. Já, en það líka sko, þetta pressan ekki síður svo að það rosalega dýrt að vera í þessum skólum og fjölskyldan eða aðstandendur kannski bara safna fyrir þessu áratugum saman. Varstu með styrk? Ég var alveg toppstyrki, þannig að það er eins og Íslendingar séu mjög duglegir að krækja sér það. Ég er með svo komið tekjuafgang heim til Íslands. Ég þór ekki að segja það. Eftir að seldi bílinn? Já, eftir að seldi bílinn og ég tók aldrei námslán, sko. Þetta var aldrei, ég þór ekki að segja frá þetta sem ekki lúksus. Þetta er alveg svíðurlegt. Já. En heim kem ég 80 og þá bara þannig að það kemur svona, á þessum tíma að koma heil kynslóð af tónskáldum og tónlistamönnum til Íslands. Já, og þetta er alveg merkilegt. Þarna fólk eins og þetta Karolína, Snorri, Þorsteinn Hauksson, þú, ég og margir fleiri. Og Ássteinn Másson að koma hérna heimlega, búin að vera kannski inn í smá tíma og öll þessi kynslóð, sko. Þá var aftur komað Jón Nordal. Já, og nú, ég vissi ekkert að hverju ég var að ganga hérna heima varandi atvinnu neitt slíkt og bara kom hingað heim og þannig að, en ég fer strax í forfallakennslu fyrir Þorkell Sigurbjörnsson var þá tónfræðikennari og bæði við tónmennta kennaradeildina í tónlistarskólanum og hann var mikið á ferðalögum á þessum tíma meðal annars með Manúelu og fleirum. Og ferðast mikið í Svíþjóð. Kissum tríó. Já, Kissum tríó og ég fer í forfallakennslu fyrir Þorkell og raun og verið, sko, dæstu ég kenni ég bara næstum helmingina kennslunast þennan vetur 1980 og þannig tengist ég aftur inn í skólan og fer svo að kenna, svo ráðin í einhverja fasta stöðu minni með haustið 80 hjá Jóni og okkur féll nú afa vel saman mér og Jóni, þú veist. En það satt nú í mér þessi sumiliti svolítið svona tilfinninga að það þyrfti umbylta tónlistarskólanum í Reykjavík. Svo að það gerist í febrúar-mars 81 ég man þetta alveg deiltalið, en ég man að ég veiktist, fekk alveg rosalega flensu. Og einhvern veginn þegar ég var stíg upp á flensinu þá einhvern veginn tók ég mig til og bjó til plan. Hvernig mætti endurstruktúra tónlistarskólann í Reykjavík í heild sinni, ekki bara... Þú hefur verið með hita. Já, ég var eiginlega með sóthitakasti, sko. Og þetta plan var auðvitað byggt á þessu ameríska kerfi, það er að segja
námskeiðum, einingavægi sem var ekkert hér, það voru einhver einingar, það var ekkert svona, þú veist, annarkvæð fekk maður 8, 9 eða bara 7 og búið. Og svo var bara, þú veist, það var ekki kursarnir, voru ekkert skilgreindir, voru engar námslýsingar og neitt, þetta var bara ekkert svolítið hér. Svo ég kem með þetta plan til Jóns að endurstruktúrera skólan allan og ég hafði mjög góða tiltrúið á Jóni og hann treysti mig mjög vel, þannig að ég var ekki að fara með þetta alveg út í bláin, sko. Og það við myndum skipta skólanum í ákveðna deildir og það þurfti að stofna eina nýja deild sem ég kallaði tónfræðadeild sem væri ekki bara deild fyrir tónsmiði og tónfræði fólk, þetta líka myndi þjóna hinum deildunum. Músikológi og tónlistarsögu. Já, tónlistarsögu. Þannig að það er svona miðlæg deild sem hinnar og við myndum þá taka allan skólan í gegn svona. Jón tók þessum tillögum bara mjög vel og svona satt á þeim ekkert lengi, kannski það er 4 vikur, kallaði mig til sín, ég man þetta var helgi, það var rólegt í skólanum og við sittum lengi og hann segir við mig á loka Hjálmar, sko, þetta er nú býsna róttækt og við getum ekki framkvæmt þessa tillögur eins og hér en við skulum stofna þessa deild, tónfræðadeildina. Þannig að var þetta 1981? Já, ég byrjaði að fljóta snemma ás. Og Og hófst hún handa strax? Já, við bara förum, sko, mér þótti þetta, hann taka mjög vel í þetta, menn að þó svo að ég getur kannski skilið það mér fannst þetta var hægt að taka allan tónlistaskólann í gegn og þú veist, þetta þú veist, bara byggja hann upp á nýtt. Þetta ruslatunum. Já, og þú veist, stofna þessa þú veist, setja einingar á allan skólan, þú veist, að meta hvert einasta námskeið sem hefði svona margar einingar. Var ekki komið námskrá í tónlist? Ekki svona, það var ekki svona námskeið, þetta var bara, þú fórst bara. Hvenær kom hún eiginlega? Ég held verið þetta hafi verið fyrsta draugið. Tónfræðadeildin, hún funkar eftir öðru systemi, af því hún funkar eftir námskeiðum sem voru skilgreind, píanóbókmenntir, tónfræði, hljómsveitarstjórn, raftónlist og svo framvegis og þær hefðu einingar. Og það var lykilatriði líka þetta að við fengjum viðurkenningu menntamálaráðuneytisins á því að þetta væri nám á háskóla, skipulagt eins og háskólanám og fengjum við, þannig að hluta því, fyrir hérna. Já, það verður tekið upp. Frank. Já, okay, we just, why don't you drop by at my home 10 minutes past 12? Yeah, sure. Okay. Okay, yes. Bye. Sorry. Já, allan og þannig að það byrjaði ekki á ensku. Já, og þannig að þetta er nú svona sagan á baka þessu bara undirsæðins síðan þetta hefðist við vinnu og ég fekk Þorkel með mér í lið í þessu. Það hefur ekki verið erfitt, þú segir. Nei, hann var, en Þorkel hugur hans var komið svolítið, sko, hann var að performera svo mikið á þessum tíma. Hann var svolítið hugur hans var komið svolítið út úr því að endilega, en svo þegar hann kannski finnur þetta energi hjá mér og þá svona tvíefli Þorkel og við förum í þetta og raun og veru fyrsta árið 1981 þá skiptum við meira og minna kennsluna á milli okkar, ég og Þorkel. Við vorum raun og veru mesturleitt að kenna tveir fyrsta árið og við settumst yfir þetta og aðal tveir burðarásarnir í kennslunni eru tónbókmenntakursarnir og tónfræðin. Ég tók tónbókmenntinnar og Þorkel tók tónfræðin og svo var þetta hljóðfærafræði og svo fræðin sem ég kendi. Þannig við raun og veru og við auglýstum námið og við vissum að það var hópur af ungum nemendum sem voru áhugasamir um svona og Jón hafði haft samband við Jón Nordal og þetta er ekki smá hópur sem við fáum þarna fyrsta árið, þetta er bara lykil fólk í íslensku tónlistarlífi í dag. Segðu þið? Ég get nefnt fólk eins og Atli Ingólfsson, Haukur Tómasson, Kjartan Ólafsson, Hanna Sigurðardóttir, Atli Ingólfsson, ég hef búin að nefna hann og ég er að gleyma einhverjum, sko, þú veist, þetta var, og Hróðmar. Og svo heldur þeir áfram, kom Tryggvi og svo, ég held að Tryggvi hafa komið árið eftir, Tryggvi Baldvinsson og þetta er rosa, og Margrét Þóra sem fór síðan ekki út í tónlistrendar og þannig að, og við hugsaum þess að þetta ekki endilega sem bara fyrir tónskáld, já, en hún þróa smá saman einhvern veginn, það eru allir sem hafa áhuga á tónsmíðunum, það verður megin þungin.
síðan, þetta gekk mjög vel, þetta fyrsta ár, þetta var rosalega skemmtilegt að gera þetta og ekki nú með það sem frelsa okkur var það að við fengum húsnæði niður í Bolholti. Stekk. Og það breytti öllu, skólinn var auðvitað mjög þröngt skólan upp í Skipholtinu og svo þegar ákveð stofna þessa nýju deild, þá var auðvitað borðleikandi að hún færi niður í Bolholt. Þú hefur ánægð með það? Já, ég auðvitað vildi fá það. Ég baði þetta vegna þess að þá var maður í ákveðni fjarlægð frá kannski þessari svolítið sem mér fannst vera íhaldssömu öfl innan skólans. Og og þetta þurfti maður að svara fyrir deildina en ég þurfti ekki endilega að hafa þá tilfinningun að vera með nefið í öllu sem ég var að gera sko, eða við. Já, svona anda yfir. Já, anda yfir öxlanámanni og það skapaðist einstaklega skemmtileg stemming þarna niður í. Enda var aðstæðan og góð. Já, fín aðstæða. Kaffistofa og allt. Þarna var kaffistofa fyrir nemendur sem við höfum aldrei haft sko. Já. Og stekkur maður mátti ekki fara á kaffistofuna ekki nú upp í leyfi hún var líka svo lítil að upp í Skipholti maður stalst nú einstakar sem vinna og annað sem við gerðum sem var endur ekki alveg strax var það að við stofnum bókasafn og það var frumkvæði okkar og nemendana Karolína Eiríksdóttir sem var þá byrjuð að kenna við deildina hún fór held ég að kenna strax á öðru ári í deildina Franny halló og þannig að Karolína og Eyþór Arnalds höfðu frumkvæðið því að og Þorvaldur Bjarni þau hafa frumkvæðið því að stofna bókasafn og það var svona til einhvers svona nótnasafn en og það var ótrúlegt hvað þetta gekk með það og þetta var mjög mikilvægt og bókasafni fer síðan á hæðina fyrir neðan það sem við kendum og svo fáum við fyrir að kenna raftónlist ég hafði þá verið að kenna raftónlist inn í tónmenntaskólanum í Reykjavík Þetta er svo verið í tölvustúdíu og ég kendi raftónlist sko hjá Stefáni Edelstein fyrir nefndu þar og við fengum þar inni fyrir okkar nefndur í tónmenntaskólanum tónmenntaskólanum já, þannig að við fengum þar myndaðist og Snorri Sigfús minni að vera að kenna raftónlistina og síðan Þorsteinn Hauksson Þetta var bara allt lið. Já, þarna kemur, sko, þetta er dálítið gaman, þarna er, sko, ný kynslóð að koma til Íslands og við sko, raun og veru umbyltum algjörlega umhverfinu með því að stofna þessa tónfæradeild. Ég fekk hana vinnu. Og þú fer að kenna þarna sem bæði hljómsveitarstjórn og tónheyrn, ef ég man rétt. Tónheyrn og tónlistsögur. Já, einmitt, þannig að þú fer að kenna þarna við deildina og Atli Heimir kemur inn sem tónsmíðakennari og auðvitað Þorkell og Þannig að þetta verður, og Jón Þórarinsson kemur seinna inn og ég fekk hann til að kenna íslenska tónlistarsögu þótt hann þyrfti ekki Jón Leifs, sko. Já, hann gæti sleppt honum bara. Já, þetta var allt, og við reyndum að gera þetta eins og alvöru háskóli og það segir mér nemendur sem hafa verið við deildina að þeir hafa verið afar vel undirbúnir þegar þeir fóru síðan til náms erlendis. Já, ég segi nú bara einar þeirra nenn. Eftir að ég verið í þessum heimsfrægu ævilíkskólum og kom aftur heim fór ég að hugsa því að ég hafði samanburð þetta heitir tónlistarháskólinn í Skipholti og ég held að tónfæradeildin hafi sett svolítið svona brag fyrir hinnar deildirnar hún setti svolítið standard hvað þetta var og lyfti upp leið, en það var mjög gaman það sem ég fannst þetta verður á ekki daginn fyrir listaháskólann Absolutt, fyrir mér var þetta það kannski fáið sem gera sig grein fyrir þegar ég fer inn í listaháskólann þá var þetta mitt veganesti og mín reynsla, ég kenni í 8 ár og ég er deildarstjóri og deildarinnar og kenni þarna til 1988 þegar ég hætti í kennslu og fer reyndar á starfslaun og mér finnst á þessum tíma að hafa verið gífurleg gróska í íslensku tónlistarlífi og þetta var eitt af því og Þetta er svona 10 ára tímabilið. Já, þetta er svolítið þetta tímabil og það er að ríkti á frjálslyndi og róttækni. Ég man bara þegar við settust niður og vorum að meta lokaverkefni nemenda, ég og Atli og Karolína og kannski Þorkell eitthvað svona. Við vorum öll svona mjög róttæk í hugsun og þannig að það nemendur komið með skrítin verk út úr svona rammanum. Við vorum rosalega opin fyrir þessu alltaf, sko. Við vorum ekki að setja, sko, þú þurftir að vera með einhver 3 rata kontrapunkt í öllu sem þú gerðir eitthvað svona. Við horfðum öðruvísi á þetta. Við horfðum á þetta að nemandinn væri sjálfstætt hugsandi persóna
og þetta var aldrei lykilatriði og hérna, ég veit að sumir fannst þetta að við verum allt og frjálslinda og sumir kölluðu þetta og seinna meir var þetta kallað að við gerðum ekki kröfur til nemenda. Ég fekk það yfir mig seinna þegar ég fór að stofna síðan listaháskóla. Já, við gerðum ekki kröfur af því að það var einhverjar akademiska kröfur sem að einhverjir nefndu hjá okkur hefðu kannski ekki uppfyllt á sama hátt, en það voru bara aðrar kröfur sem nefndu fyrstu. Það var bara líku leiðin beint niður í listaháskóla. Já, það má segja það sko. Hvaða umræðar þar í gangi? Sko síðan, ég ferð sko bara svo ég kláraði þessum tætti tónskóla 1988 og raun og kom ég ekki inn í þann skóla aftur. Það er svolítið skrítið að yfirgefa vinnustað sem ég var svona fullkomlega inn í. Já. Og það var... Og byrja bara vitt. Já, og reynda var komið að mála við mig, ekki bara mála við mig, það var ráðamenn í stjórn skólans komið að tala við mig síðar og ósku eftir ég sagt að vera skólastjóri skólans, tónlistarskólans, þegar það var laust. Og þegar Jón hætti. En ég ákvað á þeim tíma, ég var orðið mjög aktífur sem tónskáld í Reykjavík, í leikhúsum sérstaklega, þannig að ég ákvaða sjálfur mér, ég skal gefa kost á mér þegar við stofnum listaháskólann. Þetta er 1990 sko, þá hugsaði ég svona. Svo þegar við að ræða stofnum listaháskóla og fyrst tónlistarháskóla og myndlistarháskóla, en svo fara þessar hugmyndir að mótast einn skóla á 9. áratugnum og þar komum margir við sögu, sérstaklega Björn Bjarnason auðvitað, sem er auðvitað, hvað má segja, pólitísku guðfaðir Listaháskóla Íslands. Bjarni Danielsson sem hafði verið skólastjóri myndlistar og handíðaskólans og svo listamenn, margir, þetta komið að þessu, bandalag íslenskra listamanna og undirbúningurinn tók þessi ár og þannig er að þegar ákveður að stofna skólan 1998, þá var samsett skipulagsskrá fyrir skólan. Björn Bjarnason var þarna lykilmaður og þá var auðvitað þetta rektor og það lítið til á þeim tíma annað bara hugmyndin skólan og ég sækjum og ég fekk stöðuna og það var kannski tísku að segja að það hafi verið þrýst á mann, þú veist eins og sagt í pólitík, það var verulega fjölda áskorun. Það var mikill þrýstingur á mig hjá sérstaklega úr listageiranum af því ég hafði verið mjög aktífur í pólitík sko. Í bandalaginu. Ég var forseti bandalagslistamanni í 8 ár sko. Þannig að ég þekkti þetta mál mjög vel. Ég fekk nú að kenna þér. Já. Og svo hafði ég líka, mér fannst það sem vera styrku hjá mér, ég hafði þessa kennslureynslu, ég hafði þessa reynslu að stofna deild við Tónlistarskólann Reykjavík og stjórna námi, en ég var komin í burtu frá því. Ég var ekkert involverað lengur. Nei. Þannig að ég gæti komið að þessu verkefni utanfrá. Og það var aldrei lykilatriði. Og það að ætla að sameina skóla einhvern veginn, ég hef enga trú að því fyrirbæri eins og hefur verið gert lensi í sambandi við háskólan og kennaraháskólan og svona. Ég held það að ef þú hefur tækifæri og vilt gera eitthvað nýtt, þá átt að stofna eitthvað nýtt en ekki sameina eitthvað gamalt, vegna þess að þar gerist það oft, þegar þú sameina eitthvað gamalt, þá verður það versta sem að... Bíllinn og rólegur, nú að fara að sameina. Ég er ekki hrifinn af því, ég held að ef við ætlum að sameina Háskóla Íslands og einhver aðra háskóla. Nei, ég var nú tónskólanum FJ. No comment. Nei, no comment, ég held að einmitt það sé svona fyrirbæri sem ætti að hugsa út frá þessu, vegna þess að þú ætlar að fá fólk brennandi ástríðinu með þér. Já. Ef þú ætlar að búa til eitthvað nýtt. Það voru stofnað nýja söfnuð. Þú voru stofnað nýtt, þú voru að búa til nýja sín sem ekki byggir og er einhvern veginn bara að finna þægindi fyrir stofnanirnar sem eru fyrir. Kennaraháskólinn tel ég, sameining hans við Háskóla Íslands var misjöfnuð. Heyrðu, þú fær alla hljómfæraleikara Íslands upp á móti? Já, það verður bara að vera þannig. Ég tel mig að hafa kannski reynslu og innsýn af stjórnun í tónlistarlífi og listalífinu, kannski meir en margir aðrir og þetta er bara algjörlega brennandi samfæring mín að ég held og ég held það að lykillinn að stofnun Listaháskólans hafi verið svo sem var lág til grundvallar að byggja skólan á sjálfstæðum forsendum. Það voru 2 ríkisskólar í listum á þessum tíma, það var Leiklistaskóli Íslands og það var Myndlista- og handíðaskólinn, báðir ríkisskólar. Svo var Tónlistarskólinn sem var einkaskóli. Ríkið, og Björn Bjarnason gestfyrir, lagði niður Leiklistaskóli Íslands. Hann lagði niður Myndlista- og handíðaskóli Íslands. Þannig að þegar við stofnum Listaháskólans, þá var bara sagt við okkur, þið getið tekið það sem þið viljið úr svo skólum, þið getið fengið yfirtekið leigusamningana eða hvað sem það er. Og kennarana. Og ef þið viljið,
Já. En það alls ekki skylda. Svolítið blóðtaka. Já, þetta var ekkert smá dæmi, þannig að þegar við stofnum Listaháskólann, stofnum við fyrst myndlistadeild og það má alveg segja, ég fullir það og það má, kannski tónlistarfólk skal heyra það, að forsendunar, svona þessar menntunarlegu forsendur og svona, og andinn, hann skapaðist svona mikið, hann kemur að mörguleiti úr myndlist- og handíðaskóla Íslands. Sá skóli var komið miklu lengra í að hugsa sem háskóli heldur en heimskóla. Já, þá erum við aftur komin að þessari kvöldstundi myndlista- og handíðaskólanum. Já, akkurat. Þar sem að var löðrækt við sjálfstæða hugsun nemandans. Það var númer 1. Og þegar ég kem að því og kynnist þessum kennurum við myndlista- og handíðaskólan, eins og Kristjáni Stengriði, Guðmundur Oddi og fleirum, Tuma Magnússon og þú veist bara og mörgum fleirum, að þá uppgötta ég það er þetta sem tónlistin þarf, það er þetta sem að leiklistin þarf. Og ég auðvitað ekki bara skólastjóri tónlistar, heldur verið ég sem rektor allra listgreina. Og við lögðum línurnar með stofnun myndlistadeildar og við vissulega fengum gott veganesti úr myndlist- og handíðaskóla Íslands, bæði kennara sem við ákváðum að ráða. En það má ekki gleymast, þetta var ný stofnun og við fengum engar skyldur að yfirtaka neitt úr henni. Og þetta endurtekur sig síðan árið eftir því við stofnum leiklistadeildina. Leiklistaskóli Íslands hafði mjög glæsta sögu og var góður skóli, hann var svolítið aðframkominn þá, bæði fjárhagslega og aðbúnaður og svona. Þegar við stofnum síðan leiklistadeildina, þá tókum við það úr leiklistaskólanum, það sem við töldum vera gagnlegt. Við réðum fullt af nýju starfsfólki og margir hættu. Þetta hljótaði við mikla hræringar. Þetta var mikla hræringar og þetta var kannski ekki svo erfitt fyrir mig að því ég var ekki hluti af myndlistarheiminum. Nei. Og ég var ekki hluti, ekki þannig, ég þekkti betur til leiklistarheiminum auðvitað, ég hafði unnið mikið í leikhúsi. Þetta var erfiðari með tónlistina þegar við stofnum tónlistadeildina vegna þess að tónlistarskólinn í Reykjavík sem að við vildum fá samstarfið og svo framvegis, hann var sjálfseignarstofnun og stjórn tónlistarskólans var mjög og Baldvin Tryggvason, þar fremstur í fararbóti, var mjög vildi mikla samvinnu við Listaháskólann og hugmyndin var svo að tónlistarskólinn í Reykjavík myndi halda áfram að starfa sem skóli á framhaldsstiginu en við myndum geta í samvinnu við tónlistarskólinn í Reykjavík stofna tónlistadeildina. Það reyndist eins og það ekki hægt á endanum vegna þess að vegna þess að upp í tónlistarskólann kemur upp svo mikil andstaða við hugmyndur okkar við stofnun deildarinnar. Hvern og okkar hugmyndir og sem eins og ég segi mörguleiti mótast af þessu nýju hugmyndir sem voru að blása í kringum myndlist og leiklist. Já. Og í tónlist og þessi heimur sem að mínu mati bara hafði sína forsendu ákaflega íhaldsamur og voru bara ekki tilbúin til að taka þessi skref til opnunar og frjálsaræði sem að við vorum að vinna eftir nýri Listaháskóla. Svo að eftir þetta útskýrir nú margt. Þetta auðvitað lykillinn að þessu og ég átti mjög góð samtöl við stjórn skólans og þeir voru alveg örvæntingafullir í því hvað þetta gerir vegna þess að þeir fundu saman mótstöðu með að kennarana innan tónlistarskólans í Reykjavík. Það var bara rosalega andstaða hjá einstökum kennurum, aðrir voru mjög opnir. Bara nefnir sem dæmi Guðný Guðmundsdóttir og Gunnar Kvaran sem dæmi bara og Rut Magnússon og þú veist þetta fólk var mjög opið og þannig þegar fer nær því við stofnum deildina 1982 haustið en bara vorið 1982 rétt á þá bara gerum okkur ljóst að þetta mun ekki ganga að stofna deildina með sammenningu. Nei, það mun ekki eða með einhverju svona náinni samvinnu, það mun ekki ganga. Við myndum annarkvort þurftum að taka allan bakkan, það segja bara taka tónlistarskólann eins og meira og minna læði sem öllum kennurum og öllu eða ekki neitt. Svo og Miss Þorkelsdóttir ráðin sem deildarforseti, hún var ekki kennari við tónlistarskólann í Reykjavík og ég hafði auðvitað verið það en ég hafði verið staðarna lengi fyrir utan þannig að við sáum þetta svolítið utanfrá meðan kennararnir við tónlistarskólann í Reykjavík sko þetta kannski voru bara að hugsa út frá sínum sjónarmiði þannig að það fer í þetta sem tók mörg ára að vinda ofan að það verður ákveðin svona kergja og við höfum setið, tónlistardeildin hefur setið undir stanslausri kritík og leiðindum úr geiranum og sem stafar að þessu. Og gerir enn hjá. Já, það ennþá svona, mér finnst þetta alveg, en meðan í hinu greinunum var þetta ekkert vandamál.
Segðu mér, já, talandi um íhaldssemi. Og þetta á sér, og þú rættu að það eru tónlistarskóla kerfið á Íslandi sem heild hefur, og ég er fyrstu manna til að lofa hvað það hefur skilað góðu. Já, góðu hlustendur. Við erum fyrir truflun, óvæntri. Það komu hérna 4 hvítklæddir menn og tóku Hjálmar tónskáld og fyrrum rektor traustataki og sagði að ganga Esju að fá sér fest loft. Þetta að þið lítunum til að koma ekki 4 festir en hvítir en ég er búin að... Jú, þetta voru geðlæknum frá Rochester. Já, nei, við það datt nú út upptækana tæknilegum ástæðum og svo þurfti ég að fara í smá ferð með vinni mínu. Já, ganga á Esju. Ganga á Esju, þannig að ég kem fersku tilbaka en við upptækan datt þar út þar sem við vorum að ræða tónlistarskóla kerfið svona almennt og ég var að lýsa því yfir minni persónulega skoðunum það að eins gott og það kerfi hefur nú reynst vel það hefur reynst okkur hér á Íslandi í sambandi við menntun, tónlistarmenntun, þá kerfið sjálft orðið staðnað og tónlistarfólk stendur vörðum það og vill sem minnstar breytingar sem kannski eðlilegt að því okkur á að breyta því sem hefur reynst vel. Ertu ennþá rebel? Ég er bara gagnrýni, ég held að sko... Er það ekki óvinsælt? Jú, þetta, ef þú vilt, en það líka... Ég vil það ekki. En ég bara verið þannig að fólk tekur mig eins og ég er. Ég hef verið maður breytinga og hvað varðar bæði í listum og líka í listmenntun og ég tel að kerfið eins og það núna sé staðnað og byrja að lifa á sjálfu sér eins og kerfið vilja oft verða og það er nauðsynlegt fyrir listaháskólan og alla háskóla að vera með sífellt breytingaferli í gangi. Endurnýja sig, skoða hugmyndirnar og forstundirnar upp á nýtt. Því að það er þannig að háskóli vill alltaf viðhalda sjálfum sér og svona stofnanir og erfitt að breyta þeim eins og sagt er stundum. Já, byltingin etur. Já, þetta er eðlið og þess vegna er mjög nauðsynlegt og ég tala tónlistarskóla kerfið að við hugsaum upp á nýtt og ég hef prómotarað ýmsar hugmyndir í sambandi. En ég tel, sko, listaháskólinn er auðvitað ekki nema 17-18 ára gamall núna og hefur, held ég sanna tilvist sína og er mjög öflugur skóli og hefur verið tekin út á alþjóðlegum úttektarnefndum og aðilum, fagaðilum og hefur fengið bestu einkunnir. Og ég held að við... Af hverju fá allir háskólar í Íslandi bestu einkunnir? Já, þeir fá það ekki. Þetta er gagnrýni. Það er ekki þannig að þeir hafa fengið það, sko. Það segðu mér. Nei, ég vil ekkert vera að tala aðra háskóla. Það er ekki bara þú sem hefur gagnrýni. Nei, en sko háskólarnir auðvitað standa sig misjafnlega vel og það hefur verið fundið að ýmsum háskólum starfið þeirra, það er ekkert leyndamál og en listaháskólinn hefur komið mjög vel út úr þessum úttektum. Það til hamingju með það. Já, ég held að bara íslenskt listafólk getur þakkað sér það og nemendurnir í skólunum. En þetta er bara breytt landslag, við erum í samkeppni fyrst og fremst við bestu skóla erlendis. Nemendur listaháskólans, hvort sem það er í myndlist, leiklist, arkitekt og tónlist eða hverju sem þeir komast inn í bestu háskóla í heiminum og koma tilbaka með góða þekkingu. Eins og við. Já, þetta er bara breytt landslag því leitunum til að þetta er miklu opnara heldur en var áður. Núna er samkeppnin bara algjörlega, við erum bara beinni samkeppni við aðra háskóla og þess vegna reynir mjög mikið á það hvort að við stöndumst á samkeppni og ég hef áhyggjur af því varðandi háskólan almennt og sérstaklega varðandi listaháskólan hvaða litli peningar settir í skólana. Það er miklu lægra hlutfall sett til háskólastarfs á Íslandi heldur en bara í Evrópu. Ég er ekki að tala um Norðurlandi, ég er bara að tala um almennt í Evrópu. Ég held þessi lægri en Portúgal sko. Og þá getum við ekki við því búist að komi eins gott út í kerfinu eins og við gætum. Og það er algjörlega nauðsynlegt að hugsa líka kannski kerfið upp á nýtt, háskólakerfið og tengsl þess við framhaldsstig. Hvað segir rektor við því? Ég held að sé allir sammála mér, ég held að við sem allir sammála þetta og ég er auðvitað, eins og segi, ég get talað frjálsara því ég er hættur að vera í þessu starfi. Og ég hef aldrei verið í því. Nei, en ég tel mig geta haft ákveðna fjarlægð núna og ég er í sambandi samt við skólakerfi og það er, eins og ég segi, það er gífurlega mikill kraftur en ef að
við getum ekki fjármagnakerfið sæmilega, þá stöndust við til lengdar ekki samkeppni við útlönd. Hvers beinist þessi athygli þín eða jákvæð gagnrýni? Hún bara beinist bæði, ég á þetta mikið af góðum vinum innan Listaháskólans og góðu samband við stjórnendur skólans ennþá og ég kem til að framfæri þar og ýmis vettvangur þar sem að háskólafólk hittist og ég hef svona ákveðin aðgang að því eðlilega. En ég hef ekki verið að beita mér undanfarin ár. Síðan 2013 hef ég verið að sinna tónsmíðunum fyrst og fremst og þetta er það, og það ætla ég að gera. Ég er stend bara á hliðarlínunni en reynsla mín held ég, það má nýta hana. Ég hef gífurlega reynslu í háskólastarfi og listmenntun og ég tel alveg frá því að ég fer í skóla en líka ekki síst þegar ég stofna tónfræðideildina í tónlistarskólanum í Reykjavík að ég held að þessi reynsla sé mikilsverð og ég get alveg nýtt hana sem betur fyrir. Já, svo við skiptum nú aðeins gír. Þú ert svo ferskur eftir Esju. Hvernig myndirðu lýsa svona helstu stefnu Listaháskólans í dag eftir að þú fórst? Það er svona í grunnunum haldin svipuð stefna. Ég held að það engin kúvending varðandi stefnunum. Það hefur verið að reyna að skýra ferla innan hús og svona sem mjög gott. Þú veist, þetta var svolítið þegar ég líkil og við sem stofnum skólanum þessi hópur, við vorum auðvitað mjög áhrifamikil í stjórnum skólans og kannski sérstaklega ég og það var ágætt svona frumkvöðlar eins og ég stofnum þarf ekki að lifa án þeirra, skilur hvað ég meina. Það er svo mikilvægt að það gerist en það geta fylgti kannski einhver umbrot og svo framvegis. Þannig að skólinn hefur núna verið svolítið kannski ef ég má orða það þannig að stýra ferla og prósessa inn á skólans þannig að hann sé ekki háður einstökum persónu. Já, býttu nú rólegur. Polyfónkór var mjög öflugur meðan Ingólfur var og Dr. Robert var mjög öflugur kór. Svo hurfuðu þeir að vettvangi og hvað gerist þá? Já, þetta auðvitað svona starfsemi sem byggð á persónuleikum og mörguleiti var... Ert þú ekki persónuleiki? Jú, en það var raunveru verkefni mitt sérstaklega kannski síðustu árin svona því að Listaháskólinn verður að lifa án einhver ákveðna persónu hann ekki og það var mjög nauðsynlegt og ég velti fyrir mig hvort mér hafi tekist það kannski nógu vel en það var eitt af verkefnum mínum var það að gera þetta mjög ónauðsynlega og við stofnunin lifir án þessara stjórnenda það er mjög nauðsynlegt, annars er þetta ekki alvöru háskóli og ég held að skólinn lifir bara mjög góðu lífi núna og hann þarf meira fjármagn en það er vel haldið utan hlutið þarna og það er alveg frábær starfsfólk sem vinnur í Listaháskólanum bæði við stjórnum skólans og kennararnir eru þetta bara það besta sem við eigum þannig að ég og þannig þessi skóli er að skila mjög góðu Þetta ánað með lífsverkið að svo komnu? Já, það hef ég búin að vera í mörgu, ég hef auðvitað tónsmíðan auðvitað einhvern veginn upp í staðan en ég hef verið, það er auðvitað Listaháskólinn er auðvitað stóra verkefni í lífi mínu, þannig séð en það er líka önnur verkefni sem ég var kórstjóri lengi vel auðvitað og svo er Jón Leifs, það er stórt verkefni í mínu lífi og svo félagsmálum, ég var kafi í félagsmálum, ég var formaður auðvitað Tónsvotafélagsins, ég var mjög aktífur í tónverkamiðstöðuna þegar hún var mjög aktív við plötuútgáfu og fleira og svo var ég auðvitað forseti bandalagsins og í alls konar nefndum og ráðum og mér hefur þótt það skemmtilegt og en það fór allt og mikið tími kannski í það þegar ég lít tilbaka. Veistu hvað Ingmar Bergman sagði? Nei, þetta? Hann sagði eftir að hafa starfað að
stjórn óperunnar í Stokkólmi, hann sagði, þar fóru 8 ár fyrir lítið. Já, maður getur hort á þetta, en ég ákvað mjög meðvitað að verða rektor. Sú ákvörðun var ekki létt fyrir mig. Ég vissi hvað hún þýddi. Ég er á Sko, hann var listamaður. Já, ég veit, og ég var á toppi sem listamaður þegar ég gerist rektor. Ég var mjög atkvæðamikill á þessum tíma, ég hafði mjög mikið að gera, mikið af pöntunum og ég var semjandi óperur og hljómsveitarverk og það var í leikurssonum mikið. En akkur var það trúlóst einu sem maður sagði? Nei, þetta var svo heillandi verkefni að stofna háskóla. Það ekki hverjum degi sem þú beðin að gera það. Og mér fannst það bara að vera, og ég að trúi því, það var bara eitt mest spennandi verkefni sem ég gæti hugsað mér. Og ég sé ekki eftir mínútu í það. Þá vil ég bara fá að bæta við á persónulegu nótum. Ég varði eða öllutur 1-8 árum sem tónlistarstjóri útvarpsins og það mér leiði svo Ingmar Bergman. Þar fóru 8 ár fyrir lítið. Já, það getur verið. Ég er ekki það kannski bara hver fyrir sig. Mér fannst þessi 15 ári listaháskólanum mínum, ég segi þau fóru fyrir mikið. Mér líður mjög vel með það starf. Vitandi það að ég hefði getað verið að semja meiri tónlist á sama tíma. Ég veit það vel. Söknuður ég með það? Nei. Ég meina, ég er núna að semja músík og hérna, ég held að það er kannski ekki magni sem þú semur sem er kannski endilega það mikilvægasta svona til lengri tíma. Það hefur eitthvað að segja bara. Það er spurningin sem listamaður. Hefur maður eitthvað fram að leggja? Er eitthvað... Hefur þú eitthvað fram að leggja? Ég tel mig að hafa brýnt erindi og ég finn það sérstaklega núna þegar ég hef þetta sem aðal starf að semja tónlist, þá finnst mér það, ég er ekki þessum öðrum finnst það, en mér finnst ég hafa brýnt erindi og það bara liggur býsna margt á mér varðandi tónsköpun og ég fylgist... Svo sem þess að hvað? Já, ég fylgist mjög vel með. Það veit ég. Já, og ég fer á allar midjatónleikum, ég er búin að fara á midjafestival og mér finnst margt sem er í samtímanum í nútíma tónlist vera þetta flott og svoleiðis, en mér finnst líka vera alls mikið svona lognværð í tónlistinni, mér finnst vera svolítið tíðindalaust og ég er svolítið hissa hvað unga kynslóðin er svona mikið inn á við og svona, þú veist, horfa inn á við og þá sérstaklega dæla við alls konar liti í tónlist og blæbrigði og svona, og mér finnst stundum vanta kannski svona, þetta er bara mín persónuleg, mér finnst oft Já, það eru fínar. Vanta svona kannski svona meira statement af fólk svona, þú veist, verður svolítið svona pólitískur, ég er ekki að tala um svona Menningapólitískur. Já, ég er að tala um svona, þú veist að láta kveða að sér, ég mist og eins og mér finnst þetta svo introvert margt af það sem er gert núna Hvernig lýsir það sér í músík? Óskaplega hæg og hljóða á tónlist alveg endalaust, þetta er alveg þú veist, það er alveg, maður getur fara á tónleika og það heyrist sterkasta nótan á tónleikanum með messa og píanó, þú veist og það í sjálf sem getur verið konsept en það er óskaplega leiðilegt þegar maður heyrir þetta mjög oft og það er voða mikið af svona tónlist en það er líka fullt af spennandi tónlist Já, ég veit það og ég er rosalega ánægð við mörg núna alveg frábær ungtónskáld og mér finnst bara gaman líka að vera þáttakandi í þeirri senu, mér er tekið mjög vel og ég finna að ég nýt virðingar meðal ungra tónskálda og mér finnst það bara æðislegt og ég bara er forvitin ennþá en þegar maður missir forvitinna þá auðvitað á maður bara hætta en ég er mjög forvitin um tónlist það sem býr að baki tónlistinni ég les mikið og ég vil fræðast og ég vil fylgjast með hvað er að gerast þannig að meðan það er það á ég erindi inn á þessa senu Já mér langar til að segja þér Ég heyrði viðtal við í útvarpinu, Rás 1 náttúrulega, þarf ekki að taka það fram, að það sem þú varst að tala tíma í tónlist, að því að laugardagurinn minni er búin að vera ansi langur að bíða eftir þér og fara upp á Esju og svara í síman. Hvað fjallaði það erindi eða það viðtal, manstu það? Nei, ég er ekki alveg klára hvort það referera til en ég hef reyndar oft verið að vísa til
hvaða erindi tónlistin hefur. Nei, við erum að tala tíma, tíma í tónlist. Já, og tónlistin auðvitað, hún list í tíma, við erum þannig, og ég hef les mikið eðlisfræði og stjörnufræði. Minna máttan og heyra. Og ég les flesta bækurnar sem ég hef með á borðinu hjá mér eru skammtafræði eða eitthvað slíkt sko, eða sólkerfin eða stjörnunar og þar auðvitað tíma hugtækið bara stýrt á öðruvísi og þegar maður fer að stúdera þetta, þegar ég var 50 þá ákvað ég það að ég ætla að stilja afstæðisteininguna og þegar ég var 60 ákvað ég það að ég ætla að stilja skammtafræði og þetta hvortveitja hefur svona opnað fyrir mig nýja stilning á hvað tími. Hvað tími? Eftir láta við fara það, ef ég geti stýrt það út á nokkrum mínútum þá var ég nú með Nóbelsverðlaun. En tími líka til grundvallar tónlist? Já, og það það sem áhugavert fyrir mér. Og þess vegna kannski hef ég hann áhuga á tíma því að, og ég hef stundum sagt að þegar við getum búið til tónlist í festu formi þá þetta komin eitthvað nýtt tilverustig sko. Já, en segðu mér, hvernig hefur þetta haft áhrif á þín tónverk? Þessar pælingar þín? Já, það góð punkt. Ég hef svona aðeins hugsað þetta. Ég mjög mikið stillu upp alltaf mjög mikið andstæðum. Það sérstaklega í styrk en líka í hraða og tempóum. Og ég hef voru gaman að því að tefla fram andstæðum sem eru ekki endilega að hafa áhrif hvora aðra. Heldur bara, svo eitt bara A A og B B. Og þú stillir því saman upp. Og það ekkert endilega þannig, en í klassískri músík þá alltaf þannig að síðan hefst eitthvað development og allt þetta og hlutirnir svona og hitt tekur. Ég hef mjög gaman að því að stilla þessu upp án þess og reyna að berjast á móti til mig svona mótívískri úrvinnslu. Þannig heimurinn ekki í dag. Og þannig ekki þannig við hugsum öðruvísi þetta. En það ekki sem að þessir hægferðu og ungu tónskáldur ekki? Jú, á vissan hátt. Ég hluti á þessum sama ströymu og þau sko, en mér finnst oft sko þau stilla kannski bara upp mjög einsleitu efni. Meðan ég hef gaman að því að stilla upp mjög ólíku efni til þess að við sjáum efnin í mismunandi ljósi með því að stilla þeim upp, skilur hvað ég meina. Og engin gegnfærsla? Já, þú veist, ef það gegnfærsla þá hún kannski, þá segi ég hún gegnfærsla, skilur hvað ég meina. Hún ekkert endilega svona eðlilegur, en þú getur unnið tónlistin á margan hátt án þess að hafa svona venjulega gegnfærsla. Þú getur komið með óvænt elementin, þriðja elementið eða eitthvað allt annað og þá sérðu hitt í öðru ljósi. Ég heyrði skal ég segja viðtal þitt við Karolínu og það kom mér skemmtilega óvart að fyrsta tónverki sem þú valdir eða hún voru 5 lög fyrir Gammalsveit. Það svona verk sem svona statement sem sko ofsalega fallega unnið verk sem þið spiluðu í íslensku hljómsveitinni og það var, og mér finnst það verk mjög heillandi og það svona það statement og svona mjög fallegt og svo ekkert meira. Nei. Svo bara næsta verk og það svona næsta lag. Já. Og það hefur eitthvað og þetta er svo kristalstært og mér finnst þetta vera eins og Karolína vann mikið svona á sínum tíma og þetta er mjög heillandi og þetta auðvitað á tímandi breyst og þetta er 30-40 ár síðan en þessi hugsun efnið og framsetningu efnið sem svona tæran og fallegan það er alltaf höfðað til mín sko og en það þú nefndir þessu útvarpsþætti sem ég var með að sko það var hreinlega hjá mér bara sko fyrir mér var það bara lærdómsferli að tala við þessi tónskál, kynnast þessari músík og svona systematist og og kynnast hugarheimi þessara tónskálda hvort sem þau voru jafnaldrar. Það er svona endurhæfing. Já, það var ekkert ætlunin en aðtrið hjá mér var að koma þessari tónlist á framfæri en þegar ég fór að vinna þetta þá allt inni þá bara var þetta mér svona, það var svo steltilegt sko. Inspirasjón og líka það að sjá hversu háum standard íslensk tónsköpun á og ég ekki þessum Íslendingar átti sig á því að tónsköpun hér, metnaðarfull tónsköpun við erum bara á pari við mjög háar menningarþjóðir sko.
má ég segja að ég átta mig á því? Já, ég þarf ekki að segja þér þetta sko, en þetta ég held að það sé og við eigum bæði sögu og við eigum nútíma í sögu á fortíð. Mjög glæsilega. 1000 ár. Já, og það og svo held ég bara að eins og ég segi að við þurfum bara að vinna miklu betur úr þessu og við talum eins og Ríkisútvarpið verður að leggja miklu meira orku í að koma þess á framfæri sko. En seg mér ekki Hjálmar Hróðmar ég er nú búin að segja frá þessu oft áður en þetta er þá að það valda mér áhyggjum að hann spyr nemendur í Listaháskólanum hvort þið þekki ekki Þorkel Sigurbjörnsson og helmingurinn af bekknum og kannski rúmlega það hafa aldrei hitt hans getið. Hvað er að gera þarna í Listaháskólanum? Ég er nú svolítið hissa á þessu, ég verður að viðurkenna það því að það er búið, bara sem dæmi það búið að vera mikla rannsóknar á verkum Þorkels einmitt í Listaháskólanum. Nei, ég meina öll hinn tónskáldi. Já, ég meina það nemendur, sko, það búið að vera nemendaverkefni með verkum Þorkels í skólanum. Ég veit það. Þannig ég átta mig alveg á því af hverju nemendur í skólanum. Nei, það var eftir að þetta kom í ljós, þá byrjaði Hróðmar að tala um þetta. Ég átta mig ekki á því að mér finnst. Er það ekki líka skylda Listaháskólans að dokumentera sögu íslenskrar tónlistar? Jú, það er auðvitað og aðalega auðvitað er það að tengja nemendur við bæði samtíman þróun og líka auðvitað það sem er fortíðin og ég held nú reyndar þetta er ekki mín reynsla að nemendur þekki ekki þetta. Hins vegar í samtímanum, ungt fólk er býsna sjálfmiðað almennt, nú er þetta bara að tala um mjög almennt og þetta er bara þekkjum við samtímanum hvað það sé ekki bara í listum heldur á alls staðar og það er ekki lengur þannig að menn líti á það að það sé til einhver svona kanon sem allir eiga að þekkja og talala, þú veist, og þá er ég að tala um hann er nú ekki nema frá cirka 1950. Já, en það sama, það er þannig að ég svona þú tókst nú vel á Jón Leifs. Já, menn það var líka tilraun hjá mér eftir að þetta verða bara tilraun til að búa til sögu. Jón Leifs var bara gleymdur og svolítið grafinn þegar ég fer að grafa hann upp. Sannarlega. Þannig að það var bara mjög nauðsynlegt og ég held að það er mjög gott fyrir unga tónlistamenn að horfa út fyrir sjálft sig, horfa bæði til framtíðar en líka ekki síður til þess sem hefur verið gert. Það stríða þér. En hins vegar það er eitt lítilatriði sem ég lærði. Ég ætla að stríða þér. Nei, ekki stríða, nefnir kláða þess að ég ætla að segja þetta. Þannig að þetta er lítilatriði og ég get bara endað þetta samtal á því. Nei, þú ræðir því ekki, ég ræði því. Já, en allan að þá er það þannig að Við erum með beinni, sko. Já, en ég fekk oft þá kritík frá ýmsum í menningargeiranum að unga fólkið, það veit ekki hvað hefur gerst, það veit ekki þetta og það er svo illa upplýst og það þekkir eins og þetta er ekki Þorkel eitthvað svona. Þú veist, ég fekk stundum svona og heyrt þetta býsna oft. En málið er það, og það hefur ekkert breyst, að þú getur ekki, og það er ekki rétt að kenna fólki, að reyna tróðin í fólki einhverja fortíð eða einhverja það skal líðið skepnan. Nei, fólk verður að upplifa hlutina sjálfu sér og þetta þekki ég og þetta þekki þú að sko það er nefnilega þannig, það er alltaf sagt og ég hef heyrt þetta, það er ekkert nýtt undir sólinni, krakkarnir að gera eitthvað þetta er nú verið gert áður mjög oft þetta attitút frá eldri listamannum eða fólki í menningu. Málið er það nefnilega fyrir nemendur þá er alltaf allt nýtt undir sólinni og það er mjög nauðsynlegt ef það er ekki nýtt undir sólinni nú fara það að sækja og fara með upp þetta er sko skiptur ekki máli þegar ég var ungur í dag að ef að nemandi trúi því að ekki sé nýtt undir sólinni akkur ætti hann þá að leita einhverju akkur ætti hann að vera forvitinn. Þetta er mjög gáfulegt og þetta er lykillinn og ég sé það fyrir mig og fyrir minn karriér sem menntamaður eða uppbyggingumaður í menntun þá er þetta aðaleiðarljósið fyrir nemandan er allt nýtt undir sólinni og hann
hann á að virkja forvitni sína til þess að finna það á sínum eigin skoðunum. Heyrðu, ég ætla að stríða þér. Að segja meira og svo geta fara aftur upp á þessu. Hvernig heldur þú gleymist? Ég gleymist að tónlistin mín eða? Já, hvort ekki. Ég hef ekki mikla ráðgjör að því. Ef menn muni eftir mér, þá vilja menn muni að það sé rétt sem fólk man. Heyrðu. Ég er alveg saman hvort fólk muni eftir mér. Mér þetta er mjög leiðilegt ef fólk myndi vera að rifja upp eða sem minna. Að því bara? Nei, ef það væri bara vitlaust, því það er svo margt sagt og fullyrt mann, það er alls konar sleggjudómar sem hafa verið fyrir mann eins og mér sem hefur verið svolítið áberandi, þá er alls konar sleggjudómar hlundamis í sambandi við menntun sem að ég get alveg staðið við mitt en ég vil að fólk hafi rétt eftir mér. Heyrðu, eins og þið sagtir á Akureyri, hurðu, það er bara gott við þér hérna. Heyrðu, ég gleym aldrei, sko, Jón Nordal segir nú ekki margt, en við vorum ekkert í honum ferðalagi og þá hrekkur út úr honum þetta. Það er alveg furðulegt á Íslandi hversu fljótt fennir í sporum mikilhæfur á manna. Það er ekkert slæmt heldur öllu leyti. Það getur líka verið ágætt. Hvað þekkja margir Sigurð Nordal til að mynda? Það er Jón Helgason. Þetta kemur allt aftur og ég get alveg sagt þér það er svo skrítið. Menn gleyma þeirri fortið sem svolítið nálægt manni. Og maður þolir hann ekkert sérstaklega vel. Ég ætla bara að veit með minn eigin tónverk. Sagt er að maður þolir ekki pappa sinn en afa. Já, og þetta er svolítið svona líka. Og ég finn það er ungu fólk, ég hef umgengist mjög mikið ungt fólk í gegnum störfum mín í sérstaklega listaháskólanum og í tónlistarskólanum í Reykjavík. Að ég finn það að unga fólkið, þau eru þetta fyrst og fremst að vinna að sínu og svo framvegis, en það er líka mikið respekt gagnvart fortíðinni og sérstaklega svolítið fjarlægri fortíð heldur en þeirri sem er kannski frá 20 ára. Já, afi. Já, og er það nokkuð að því? Er það ekki bara frábært? Jú, það er bara gengur svona. Og það er bara... Ég meina, Beethoven var týndur, að vísu vaknaði til lífsins mjög fljótt og Bach. En það er líka hann, sko, það er allt öðruvísi samfélagi, í þessu netsamfélagi sem búum í, þá eru alls konar afkimar. Ég ætlans að því hún varst að nefndi sortir, þá man ég rétt það leiti sem hann lést, þá fór ég að leita á netinu að plötun hans, La Hollywood Friday plötun. La Hoya! Og þá kemur í ljós að það er bara, hann á aðdáendahóp út af þessari plötu, einhvers staðar Óla Skrítin og... Aðli í Kaliforníu, La Hoya er í Kaliforníu. Það er eitthvað fólks sem þekkir þessa plötu, sem að Pól Žukovský gaf út á sínum tíma og Nei, var það? Já, það er Pól sem gaf út þessa plötu og þannig að það er til einhver svona hópur sem heldur upp á, þetta er mjög merkilega hljómplata, tel ég, og eitthvað hvað sem er því merkilegasta sem... Manstu hann eitthvað hvernig hann kom út? Nei, hún er 72 en allan að þá segir þarna er einhver hópur, skrítin hópur sem að þetta er eitthvað. Og þannig gerist það að sagan varðveitist öðruvís, hún varðveitist ekki endilega sem samfelld svona kanonísk saga heldur er þetta meira brot og ég held að það sé bara gott og ég held að þessi við erum bara að gleyma þessum hugsunarhættum þessa samfelldu dýrlingasögu. Það er alveg að rétt. Og ég sjálfur þjáðist ungum aðeins fyrir það að þetta var svo heilög saga, það mætti ekki snerta það og það mætti ekki búið og þú varst bara að raun og vera fremja helgispjöll ef þú allar að búið til tónverk, sem betur fyrir hefur það breyst. Og en ég held að ungt fólk hafi enga síðan mikla virðingu fyrir því sem er verið. Þetta heldur að mér hafi lið. Ég þarf ekki að segja nokkru manni á Íslandi mér langaði til að vera hljómsveitast. Nei, það þótti algjör helgispjöll. Og núna þykir þetta bara sjálfsagt og bara sem betur fer, þetta hefur breyst og það er svo margt sem er miklu opnar og skemmtilegur í dag og ég verð að segja eins og nú ætla ég að klára þetta samtal. Nei, ég har tvær spurningar eftir. Að við vorum að tala skóla, það sem mig dreymdi var að búa til skóla sem mig hefði langað að fara í sjálfur.
flott niðurlag. 2 spurningar. Við skulum tala örnefni. Bara svona til að skipta gír hérna í lokin. Akkur heitir Ísafjörður en ekki Skutulsfjörður? Þetta er svona idiota spurning. Já, það er Ég er ekki bara að koma á staði. Hann stendur Ísafjarðardjúp. Já, akkur þá ekki Skutulsfjörður? Ég veit ekki, ég held að menn hafi litið á það að Ísafjörður væri stærsti staður Ísafjarðardjúp, þótt hann væri í Skutulsfjörði. Já, ég lýsi bara frætt á það. Þú ert frá Skutulsfjörði. En hérna næsta örnefna fyrirspurn. Akkur heitir Esja? Það veit ég ekki. Ég hef ekki hugmyndu það. Hefur að lesa Kjalnesingasögu? Já, ég er ræstan í Kanada, sko, og ég reyndar á sumarbústað í Kjósinni, þannig ég horfa á... Já, þá ættir nú að vita þetta. Já, ég veit ekki. Æja, það er gott að eiga síðast orðið í svona flottu samtali. Já, þú varst að... Heyrðu, þú ert að segja bless. Takk fyrir í dag. Takk fyrir dag. Þetta var langur lögudag. Fyrir þig, stuttu fyrir mig. Já, skrafstu på þessu. Við þökkum áherindum fyrir þolumæðina. Verið að blessa og sæl. Gott já. Nú þarf ég að sinna þessum vinni mínum aftur, ég þurfti að nettur. Hvað stendur hérna? Þetta er ekki allt stopp. Þú voru að passa það. Ég sé ekki neitt, en hann setur gleraugun. Forsætis ráðherra fyrirverandi. Stendur bara 12 eitthvað. Já, það er rásinn sem við tókum. Já. Reyfist þetta hérna eitthvað? Sko. Ég sé ekki, ég veit ekki hvað þetta er.